Komiði sæl, þetta Pólitíkin, 60. og 7. þáttur. Ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Í dag höldum við áfram að beina sjónum okkar að sveitarfélagunum, nú að Seltjarnarnesi. Seltjarnarnes 12. stærsta sveitarfélag landsins og hluti af Suðvesturkjördæmi. Þar bjuggu 4.691 íbúar þann 1. maí síðastliðinn og í síðustu sveitarstjórnarkosningum hlaut Sjálfstæðisflokkurinn 1238 atkvæði eða 50,1%, fékk 4 bæjarfulltrúa kjörna af 7 og þannig hélt flokkurinn meirihluta sínum sem hann hefur haldið alla tíð. Bæjarstjóri Seltjarnarnes Þór Sigurgeirsson og hann gestur minn í dag. Vertu velkominn, Þór. Takk fyrir, Ingvar. Svona í upphafi, hver Þór Sigurgeirsson? Þór Sigurgeirsson bráðungur 55 ára innfæddur Seltirningur, giftur og 4 barna faðir og með hund og ánægður íbúi Seltjarnarnesbæjar. Þú sast í bæjarstjórn frá 2006 til 2010. Hvað kom til að þú gafst kost að leiða lista Sjálfstæðisflokksins nú fyrir síðustu kosningaár og þá jafnframt sem bæjarstjóri flokksins? Já, það nú bara svona margar samliggjandi ástæður sem að liggja baki því og kannski einna helst að þetta blunda bara í mér og þetta kallaði í mig aftur. Og ég var þarna árið 2006-2010 og bauð mig fram svona öllum óvörum þá og gegndi þá formennsku umhverfisnefnd og að fulltrúi bæjarins í stjórn Sorpu og var svona hrifinn af bæjarmálunum og svona þráttur ég vissi kannski ekki alltaf mikið þau þá en nú ég aðeins þroskast og vittkast og það var eitthvað sem sagði mér núna að nú tíminn kominn, það var ákveðin endurnýjun í okkar hópi og mér hefur oft ekki fundist svona horfandi á þetta utanfrá ekki ganga alveg nægilega vel og ekki vera alveg nægilega jákvæð ára yfir okkur sjálfstæðismönnum og ég bara þannig gerður að ég ákveðin og jákvæður einstaklingur og við vinna í góðu liði og mér fannst bara minn tími kominn og ég ákveður að slagstanda og ég skildi gera þetta með báðum höndum og gerði prófgerði vel og árangur var eftir því. Þú ert að taka við sem, ef mér skjáttlast ekki, 4. bæjarstjóri í Seltjarnarnes síðan að bæjarfélagi fékk kaupstaðaréttindar 1974 og ert að taka við af Ásgeiri Halldórsdóttur sem hefur verið bæjarstjóri í meir en áratug. Munum við sjá áherslubreytingar hjá nýjum bæjarstjóra? Já, það náttúrulega alltaf einhverja breytingar með nýju fólki og kannski einna helsta breytingin svo að ég sagði öllum í minni kosningabaráttu ég ekki jafn mikið inn á skrifstofuna eins og allir hinnir og það bara ákveðin ástæði fyrir því. Ég vil búa til gott lið og ég vil vera út í stofnunum og ég vil sjá hvað fólki mitt að gera og vera til staðar og sjá svona nákvæmlega hvar skóin kreppir og fólk hafi alltaf greiðan aðgang að mér. Reyndar hefur aðgangur alltaf verið greiður að bæjarstjórum forverum mínum og það engin breyting þar á. En ég vil kannski meira út á örkinni. Það kannski svona einna helsta. Svona að bæjarmálunum beint. Hverjar eru helstu áskorunir í stjórn bæjarins á næsta árum? Það alltaf reksturinn og þau vita bara hjá öllum sveitarfélögum reksturinn náttúrulega lykilatriði og ef hann ekki í lagi þá náttúrulega fátt hann í lagi og ef að þú ert með ánægðan starfsmann í vinnu sem gríðarlega mikilvægt þá ættir að ná góðum afköstum út úr þeim starfskrafti og fyrir mér það algjört lykilatriði að fólk sé ánægt og sátt í vinnu sinni hjá bænum og þar leiðandi held ég að hitt komið svona pínlítið að sjálfu sér. Reksturinn náttúrulega alltaf það sem við þurfum alltaf að vera vakandi yfir og svona hvert við setjum aurinn líka, náttúrulega við erum að fara í leikskólabyggingu og við erum að fara í ýmis viðhaldsmál sem við þurfum að fókusa svolítið á og það hefur pínlítið látið á sig á bærinn okkar, hann er aðeins njálfur en það stendur bóta. Þú nefnir leikskólabygginguna og ég tók eftir því að í kosningabaráttunni þá nefndu þið hana sérstaklega. Hvernig standa þau mál? Þau mál standa þannig að við höfum legið því allt sumar og með arkitektunum og erum að hefja hönnaferli í samræði við starfsfólk leikskólans og þau mál standa bara nokkuð vel og ég meðal þess að fundi núna eftir klukkutíma með arkitektunum og þannig að þetta lítur vel út og allt innan þess tímarama sem við sett okkur. Og þessi nýji hópu sem kom núna inn í meirihlutann, hann einhuga í þessu og þarna ætlum við að standa okkur og vera með
allt klárt á réttum tíma, en við erum að tala þá haustið 2024, kannski nálægt áramótum. Ef ég ekki að miskilja þá það að leggja sérstaklega áherslu á að ná 12 mánaða börnum inn. Já. Og eru miklu biðlistar hjá okkur? Nei, ég reyndar ekki. Þetta verið koma svona alveg í blá lokin alltaf, rétt fyrir inntöku tíman, þá kannski koma umsóknar alveg á síðustu metrón, þannig við vitum ekki alveg stöðuna kannski alveg frá degi til dags, ekki fyrir alveg að því komið að loka fyrir umsóknir, en við erum ekki í biðlista vandræðum, ekki eins og alltaf. En hvað með önnur svona áherslumál ykkar úr nýliðinni kosningabaráttu, hvernig standa þau? Þau náttúrulega bara eru, þú veist, í bara fínum farvegi. Við erum þetta byrjaði náttúrulega á sumri og haustið lítur þannig út að við erum bara að bretta upp ermar og setja allt í gang og talandi leikskólan sem varst að sleppa árina, þá lítur vel út með mönnun, þannig að töluvert betur heldur en á fyrra árum, þannig að við erum bjartsýn þar, skólarnir líta vel út og allt klárt þar. Svo bara vetrastarfi framöndan, það að vera í nánum og góðum tengslu við íbúan okkar og fólkið okkar og halda vel utan mannlífið í bænum. Við horfum aðeins á skipulagsmálin og áframhaldandi uppbygging og þróun íbúabyggðar. Nú Seltjarnarnes ekki mjög landmikið sveitarfélag, þið eruð að byggja upp Gróttubyggð. Hvernig staðan á því og erum við að fara að sjá einhver ný svæði byggjast upp á Seltjarnarnesi? Gróttubyggðin lítur vel út. Ég var síðast að labba þar með hundin í gærkvöldi og sá að það búið að taka grunna fyrir fyrsta fjölbýlinu og það búið að gefa byggingarleyfi fyrir held ég 3 fjölbýlshúsum, þannig að það er rosalega gaman að sjá að þetta komið í gang. Og það er kraftur í verktakinn okkar á þessu verkefni og í raun hafa þeir háleitar hugmyndir svæðið og það verður allt klárt í tíma og fyrsti áfangi núna að fara í gang og allir næsti áfangi fari ekki í gang mitt ár eða í loka árs 23. Þannig að það lítur bara vel út og þeir munu fljótlega auglýsa útlit og mögulega væntanlega auglýsett í sölu fljótlega. Þannig að þetta lítur vel út. Þarna munum við fá 480 íbúa svona í 136 íbúðareiningar og þetta verður bara veruleg lyftistöng fyrir okkur, bara hjá bænum og þess vegna mikilvægt fyrir okkur að klára þennan margumtalaða leikskóla sem fyrst og það raun eini innviðurinn sem við þurfum til að vera klárir að taka móti í þessu nýja fólki. Það þannig alveg 10% fjölgun í sveitarfélaginu ef þetta fyllist allt. Já, hugmyndin hjá langtíma hugmyndin hjá forverum okkar í gamla daga meðal hans pappa var að Seltjarnarnes yrði svona 5.200 manna bær og innviðirnir þyldu það með góðu móti. En talandi önnur svæði, það eitthvað sem við eigum í raun ekki mikið af, en það við eigum einhverja þéttingareiti inn á milli, en það kannski seinni tíma mál að ræða það. Við hefum náttúrulega reitin við það sem að bensínstöðin stóð og hann í leigu, þannig að þegar því sleppir þá verðum við klárir. Aðeins að svona öðrum málum, flóttamannamálunum, það hafa margir verið að taka móti þeim meðal annars frá Úkraínu og hvernig eru þið að standa móttöku flóttamanna og hvernig séu þau mál fyrir þér? Ég bara tilbúin að gera allt sem við getum og við hjá bænum erum tilbúin að gera allt sem okkar valdi stendur. Við höfum nú þegar tekið á móti 10 flóttamönnum og þeir hafa verið svo heppnir að fá inni hjá íbúðareigendum á nesinu. Eitthvað af þeim hafa svona verið að skoða með atvinnutækifæri hjá okkur og við erum svona bara að skoða það í samvinnu við við Útlendingastofnun og fleiri. Aðeins skattamálin og meðal annars fasteignaskattana, það voru töluverðar hækkanir á fasteignamati og verður næstu áramót og hafa verið undanfarið og fyrir séð að það muni þá hækka skattana ef ekkert verður gert. Þið töluðum það í kosningabaráttunni að þið ætluðu að lækka skatta meðal annars útsvar 2023. Hvernig ætlið að bregðast við þessu og þið eruð alveg ákveðin í því að halda áfram ykkar stefnu með að fara niður 13,7% útsvar?
ekki satt? Það stefnan og við alltaf erum vanir að standa í það sem við lofum og álagning á íbúa og Seltjarnarnesi hefur alltaf verið lág og í lægri kantinum og við kvikum ekkert frá því frekar en fyrir daginn en varðandi hækkun fasteignamats sem þú ert að vísa í og þá er það mjög ósangjarn skattheimta á íbúa að fá þessa 20% hækkun á sig inn í vettfangi og við munum bregðast við því og það er náttúrulega bara komið skýrt fram í okkar málflutningi og í fjölmiðlum og var eitthvað sem við vorum með okkar stefnuskrá sjálfstæðismenn að bregðast við og við munum klárlega að gera það. Við vorum eftir að finna nákvæmlega prósentuna en við áætlum að það verði ekki umfram verðlag. Nei. En svona með atvinnumálin, nú veit maður að margir Seltirningar utan bæjarfélagsins, hvernig sérðu þróunina í þeim málum á næstu árum og hvar liggja atvinnutæki framtíðarinnar á Seltjarnarnesi? Atvinnutæki verið Seltirninga eru náttúrulega raun hjá bæjarfélaginu sjálfu að því að við erum náttúrulega langstæðsti vinnuveitandi bæjarins og svo er náttúrulega skemmtilegt að sjá að við erum með á Eiðistorgi kraumandi hugmyndabanka sem heitir Innovation House og það er ýmis flott verkefni sprottið út frá því og svo er að koma eitt og eitt fyrirtæki á Nesi eins og gaman að segja frá nýja veitingastann Ráðagerði og það er svona fullt af litlum tækifærum sem hægt er að búa til út á Nesi. Það er klart mál. En við svo sem erum ekki svo heppin að vera með einhvern stóran vinnustaf fyrir utan okkar einn sem eru þá skólarnir og bæjarfyrirtækin. En þú ert búin að vera núna einhverja, 1,5-2 mánuði vantarlega í embætti. Hvernig er að koma inn í þetta? Það er náttúrulega svolítið sögulegt sko að ég er neilega nýtekið við þarna ætli ég ekki mætti vinnu 8. júní minnum, 7. 8. og 12. júní 2002 stóð pabbi minn upp úr stólnum, rétt 20 árum. Þannig að þetta snerti mig pínu og mér þykir pínu vænt þetta og þetta er sko afar sérstakt að koma að inn og koma inn í þetta fyrirtæki sem er bæjarfélag og virkilega mikill heiður að fá að stýra heimabænum sem þú ert alin upp í og alin upp pínlítið með þetta í blóðinu eins og ég þetta er svona búið sérstakt og ég er náttúrulega bara búin að nýta þennan tíma ansi vel í að fara bara út í stofnanirnar og vera það eins og við komum inn á áðan og að ég stendur stórðurinn, ég verð út í stofnunum, ég verð að hitta fólkið og ég heyri bara það almenn ánægja með það og það er kannski eitthvað sem við vantaði eins upp á. Þú nefnir pappaðinn, hann var sveitarstjóri frá 65 og bæjarstjóri frá 74 þegar að Seltjarnarnes var kaupstaðarréttindi. Væntanlega hefur það verið eitthvað lærdómur að alast upp á heimili sveitarstjóra sem var svona lengi. Já, klárlega, maður alltaf fylgdist með því með öðru auganu, það var alltaf stubbur sko þegar þetta byrjaði allt og ég þekki ekkert annað og það er enginn á Íslandi að mér vitandi sem hefur haft þennan embættistitil sem að ævistarfi, vinnandi 10 prókjör og auglýsaldri neitt og bara vera með þetta, en náttúrulega með rosalega fínt fólk með sér alltaf og en það var aðeins gaman að heyra og vera að heyra þegar það var að hringja á kvöldin og segja að það er að fjúka rusl þarna, það kemur eitt heilt þarna í sturtun og svona, þannig að við fengum þessi símtöl öll heim og það er náttúrulega bara eðlilegt, þetta er þjónustu hlutverk og ég klári það. Þú nefnir í upphafi þú ætlar að vera svona meira út á við og pabbiðin var einmitt þekktur fyrir það að vera alltaf mikið út á við. Að taka símtölu og svo nefnir sent á kvöldin og að fara bara heim í kaffi til fólks ef það var eitthvað sem þetta ræða. Ég er akkurat það, ég er kannski ertengað eftir hann, þannig að ég er akkurat þar. Svona lokum, Eiðistorg, þið talið það í ykkar stefnusgrá að þið vilja styðja við framþróun Eiðistorg sem þjónustukjarna og ég var einmitt bara í Eiðistorgi eða á Eiðistorgi fyrir nokkrum dögum og svona fyrir utan bæjarmanna þá sér maður ýmist tækifærið þarna. Hvernig standa þau mál og hver er framtíðarsýnin með Eiðistorg? Ég var nú líka á Eiðistorgi í morgun, heillengi og það var bara virkilega ánægilegt og meira að segja fullt af fólki og framtíðarsýnin með Eiðistorg er bara jákvæð í mínu mati. Það er svona að fólk skiptist í 2 fylkingar. Öðrum finnst þetta retro og flott eins og það er og finnst svolítið gaman að koma þarna út af því. Og þú sér að það er fullt af tónlistaði myndböndum sem hefur verið tekið þarna líka í gegnum tíðina og þetta unga fólk, þetta upp til hópa finnst þetta alltaf cool og flott.
Svo er aftur hinni sem vilja fá meira lífun á torki. Ég er náttúrulega alveg einn af þeim líka. Og ég er pínu í báðum hópum. Ég vil virkja kraft fólksins og ég vil fá hugmyndi frá fólkinu hvað það vil gera á Eiðistorg. Og þetta á ekki vera eitthvað miðstýrt á okkur á bæjarskristofunni hvað kemur þetta inn. Við þurfum eitthvað djarfan verslunar eigandi eða rekstraraðila til að koma að inn og laða fólk. Það er bara þannig og það er mjög spennandi að sjá þessi Íslandsbanki var áður. Þar er Jón von Tetzner sem á nú þessi bíl, búin að innrétta glæsileg 2-3 verslunarbil og á álitlegasta stað á torginu. Ég hlakka bara mjög mikið að sjá hvað kemur þar inn og í framhald af því hef ég allavega persónulega boðið honum aðstoð við að hjálpa til við uppbyggingu á torginu. Hvort sem ég þarf að koma og standa upp á stíga á stokkarna hverjum föstudegi eða eitthvað annað, en við þurfum allavega eitthvað að gera og ég hef búin að fá fullt af hugmyndir frá fullt af fólki sem er til í að koma með okkur í það. Þannig að Eiðistorg verður áfram miðstöð nýsköpunar. Já, ég held það nú. Ég býst nú við því sko. Ég held að við látum þetta verða að loka orðin af þessum 60. og 7. þætti af pólitíkinni. Kærar þakki fyrir komuna Þór og gangi ykkur á Seltjarnarnesi vel við stjórn bæjarins á kjörtímabilinu. Takk sömuleiðis. Ykkur sem hafið hort og hlustað þakka ég samfylgdina, lifið heil.